velkomin í hjamma.net World Cup Edition. Hjá mér að sjálfsögðu þeir sem þekkja leikinn, maðurinn sem veit allt, Mækarinn. Takk. Og svo Sindri og ég sem vitum ekki neitt samkvæmt Mækarinn. Nei, það er ekki rétt. Minna, það er ekki rétt. Minna en ekki rétt. Herðu, ef við byrjum í dag, Frakkland, Senegal, þvílíkur tími, 7. Rosalega tími og frídagur hjá okkur daginn eftir, þjóðhátíðardagurinn. Þannig að munum margir gera sér glaðan dag. Það að lesa upp 4 upp fyrir ykkur. Michael Olise, Ousmane Dembele, Desiree Doué og Kylian Mbappé. Já. Þetta er fucking believe. Ég vil sjá reyndar einn af þessum á bekknum, sko. Ég vil hafa Tjerki hérna í liðinu. Já, ok. Já. Ég vil sjá Doué eða Dembele á bekknum, sko. Er það hægt að setja Dembele á bekkin? Já, ef ég væri þjálfari að náða hann á bekknum, já. En Frakkland, Senegal, strákar, hvernig er það að sjá hana leik þróast? 1.50 á Frakkana, 6.96 á Senegal. Þetta er stærsti leikur keppninar, svo var. Og erum við ekki? Senegal er með hörkulið. Já. En það er aðeins verið að ofmeta á það samt. Er það? Já, Frakkarnir vinna þá. Frakkarnir vinna á, Sindri? Ég held að Frakkarnir vinna þá og það er, ég myndi taka hennar stöður allan daginn 1,5 á Frakkana og svo væri líka að fara bara í -1 sem að hækkar hann eitthvað aðeins. Þannig að mér líklegt að vinna með 2 mörkum. Já. Þeir eru með gott lið Senegal og það er verið að gera mikið, geta farið í undanúrslit eitthvað, ég get alveg sagt ykkur, þeir eru aldrei að fara í undanúrslit. Þeir eru með of gamalt. Nei, Senegal? Já, ég er alveg saman að það fara ekki svo langt. Nei, það eru margir að tala um það, sko. Já. Verið eitthvað dark horse og eitthvað meðst ekki. Þeir eru með langbest mannaða Afrikulið, Senegal, og þú veist, þið þekkið eiginlega alla leikmenn í því liði. Já. En þeir eru gamlir og Frakkarnir vinna hennar leik, þeir gera ekki saman meistökin og síðasta HM hans með stöpuð fyrsta leik. Þetta er bara Frakkland sigur og ég myndi lauma -1, þá fær stöðul 1.83 á það. Já, tökum því, strákar, þá fyrir við í næsta leik og það eru frændur okkar í Írak á móti frændum okkar í Noregi. Það er alveg frændarleikur þarna. Írak, Noreg, því líkur leikur. Frændur þínir í Írak, frændur hans í Noregi. Ekki bendla mig við þessi 2 lönd, takk. En Noregur bara vinnur Írak. Noregur er bara með bestu undankeppni á öllu liðunum. Já, ég heldur sem alveg sammálaða þetta. Noregur er með trublaðislega gott lið, þetta er besta landslið Norðmenn sem náður upp að þeir getur í dark horse í keppni, ég von ekki en ég skýtar þetta það. Sindri, sammála þessu? Hörkulið. Auðvitað er sammála þessu, ég minna ef þið horfið á stöðlana en frá Grassa, 12,6 Írak, 1,23 Noregur, þetta ætti að vera bara eitthvað 5-0 upp rull. Sko. En það verður stress í Noregi, þeir eru ekki búin að vera þetta frá 98. Já, það er mikið pressa. Hvað 20... Sko það er mikið pressa og þeir eru svolítið mikið að tala niður pressuna, segja þetta sé bara eins og að fara með fjölskyldun í Sólarlandaferð. En þeir eru með Holland. Þú talar að þú þoldir ekki Svíana, hvað fyrstur þá á Norðmenn? Ég var að segja það, ekki bendla með þessi 2 lönd, Írak og Noreg. Er einhvað Norðurland sem þú fílar? Já, Færeyjar, Finnarnir. Það er ástæðsku þjálfari í Írak, bara áhugavert. Frábært. Leika hann í Neighbors? Örgulega. Er það -2 á Noreg, 2,17? Tökum því, strákar, förum við dvelum ekki lengur við þennan leik en þess að við þurfum að halda áfram tempo, Argentína Alsír. Wow. Alsír vann Holland daginn í vináttulandsleik. Alsír vann daginn rétt fyrir bara daginn fyrir mót, unnu þeir 4-0 síðast æfingaleiki sinn móti Bólivíu. Alsír bara sýndu þeim ekki gefin. Þetta var erfiður leikur á Argentínu. Líka fyrsti leikur, byrjar Messi. Bólivíu geta ekki neitt, sko. Þeir unnuð á 4-0 líka. Argentínu hefur ekki unnið Bólivíu 4-0 í mörg ár. Ég meina Messi lítur að byrja. Hvað veist þú Byrja þennan leik? Já, ég meina þú vilt hafa Luis Suárez eða Messi lítur að byrja. Messi er í hóp. Messi mun byrja þá leiki sem skipta máli. Mun hann byrja okkur þennan leik? Ég er ekki viss. Nei. Hann byrjaði ekki á móti Íslandi. Hann spilaði ekki leikinn þar á undan. Hann er búinn að vera aðeins meiddur. Erstu þess bara Argentína vann Bólivíu 6-0 fyrir ekkert löngu síðan. Ok. Nákvæmlega. Ég treyst ekki Google-inu þínu frekar en sko Google-ið mitt. Frekar en spurningin kemur bara ekki að geða sko. Sindri, hvað sérðu? Ef þú ert að setja í seðla þá finnst mér bara Argentína streitun mjög þægilegt og þið vita að ég er náttúrulega mjög hrifin af -1 sem að hækka stöðun alltaf smá og gefa þið tilbaka að vinna bara. Klókt. Þannig það er 1.66 Tökum því. Og svo er líka þetta að fara í eitt veðmál sem ég er mjög hrifin af. Það er að Argentína vinni og fá ekki á sig mark og mér finnst það alltaf gefa sig vel. Ég held að Alsír sé ekki að fara að skora það. Þú veist, það er 2 í stuður
Argentína og Argentína nei vinni bara 2,04 1-0, 2-0, Mækari, 4-0. þetta lítur vel út Argentína og nei Ég held alls ég skora eitt mark í þessu leik. Heldur það? Já, en þetta er góðu stuðull. Ég ætla ekki að taka það Sindra, hann er ekkit vitlaus. Þetta er góðu stuðull. Við næsta leikstrákar, það er Austurríki Jórdanía. Það er svo gaman þess að keppni. Það er einhver lið að koma og maður, já, Jórdan er á HM. Finnst þið það gaman? Já, ég hef elskað Þetta er maður er búin að steingleyma því að hundlega. Írak og Jórdanía séu á HM. Þetta er bara hundlega. Já, en akkur ekki Ítalía og Ísland? Ég er að segja, þetta er samt eitthvað, það er eitthvað samt sjálfmennandi Ítalía, lið. Danmörk, Ísland. Já. Þú veist. Já, ég strákar, þið get ekki alltaf verið Hvað eru mörg lið frá Evrópu? Kamerún, Nígería. 16 lið frá Evrópu held ég. Ég hef gaman að þessu, ég hef gaman að þessu. Bara fárálegt. Það fjölga þessum evrósku liðum. Strákar, Það var helmingur. Austurríki Jórdanía, já sko, þetta er nú sá leikur sem við kannski erum ekki að fara að vaka eftir til 4 nótt. Nei. En Já. það veit aldrei. Já, Þú verður komin mæta feskur á morgun 17. júni. Já, ég er að segja, þú getur verið komin Eftir góðan Austurríki Jórdanía. Nei, þetta er sannlega leikur sem enginn horfir á en að Austurríki vinnur bara hennar leik. 3-0 Austurríki, ég er á því. Ég held að Jórdanía geti ekkert, því miður. Já, 2-0 eða 3-0. Já, Mínus 1,5 með 2 í stöður, sko. já. Það er bara mjög flott í Já, stöður. þannig er grassa gildra sko. Hann veit eitthvað sem þið vitið ekki með þetta Jórdaníu sko. Já. Ég þannig eitthvað að kynna mér þetta aðeins betur. Þeir hafa ekki verið að gera gott móti í síðustu æfingarleikjum, það er eins og það er. En Austurríki vinnur. Já, sammála því, strákar ættum að hnoða í örstuttan seðil bara fyrir þetta, fyrir þennan dag. Við tökum bara straight win á alla, eða eitthvað, eins og þið vilja hafa þetta. Austurríki vinn, við erum alveg sammálað það. Austurríki vinnur. Já. Austurríki vinnur 1,36. Mér finnst reyndar Argentína vinnur 1,40 eitthvað. Já. Mér finnst það bara freistandi. Já, mjög frestandi. Já, taka það bara og svo varum við í Írak, Noregur, eru ekki mínus 1,5 þar? Jú. Hittin og allt annað, hittin á eftir að spila stóran þátt í þessu og þessi vasshlið þarna, vel þreytt. Það eru óþólandi. Já. 3 mínútur alltaf langt, það var mínúta bara. Frakland vinnur Senegal. Og Frakland vinnur Senegal, hvað fáum við út af þessu? 4,86. Ég veist það bara mjög flott. Þetta er bara geðvegt. Gjöfum ekki gjald. Ég þökkum ykkur kærlega fyrir strákar og við sjáum ykkur sjálfsögðu aftur, það er nóg framundan, það er bara þáttur, Hjammi, World Cup Edition og munið að kommenta.